og við erum komnir hérna í beina útsendingu í Rafmagntækni 253 og við ætlum að fara hérna yfir það sem á að gerast í viku 2 sem í gangi núna og við sjáum það hvernig áfangin lítur út með því að skoða þessa kennsluáætlun, eða námsáætlun, hún reyndar í drögum hérna því það ekki búið að samþykkja hana. En eins og ég fór yfir með ykkur áðan hérna, þá skiptist þetta í að heimadæmi gilda 5%, verkefnin, skýrslurnar gilda 20%, svo eru 3 próf, fyrsta gildi 10%, hinn 2 gilda 15% og þriðji hlutinn, próf 3, lykimatsþáttur, lágmarkseinkunn 4 og síðan síðasta lokamatsþátturinn líka með lágmarki og gildi mest 35%. Nú það sem að skiptir máli hérna í þessu, við ætlum að fara í afriðuna og svo skoða strax hérna formúlublaðið sem að erum með fyrir þennan áfanga. Því þar kemur allt fram varðandi bæði óstýrða afriðun og þessa stýrðu afriðun. En við byrjum á því bara að skoða þessa venjulega afriðun sem bara með annaðhvort hálfbylgjuafriðun eins og þessa hérna og heilbylgjuafriðun sem með 4 díóðum. En þið vitið hvað þið fáið þetta formúlublaðið, eða ekki? Eru búin að átta ykkur á því? Þess að á þessu undir efni í áfanganum hérna, þar erum við með flokk sem heitir formúlur og þetta heitir formúlublað í lokaprófi RAD 253. Sko, þið megið búa til ykkar hérna formúlublað sjálfur og læra allt þetta á önninni, sko, en það má ekki nota þau í prófi, það kemur alltaf þetta formúlublað í lokaprófi. Síðan þetta skilgreiningar spennu, sko, hérna smá upp það, síðan að reyndar annað formúlublað hérna með heitum yfir með heitum á stýriafriðun. Þannig að við sjáum að það líka til annað formúlublað sem reyndar má ekki taka með sér í próf, en þar svona frekari útskýringar á hvað stýringarnar heita, bara aðeins að benda ykkur á þetta strax og þið vitið hvað þetta og það sem smá útskýring fyrir hvert þátt og þá áttu ykkur á því betur að hvaða formúlu þið getið notað í hvaða tilfelli fyrir sig. Það sem við erum með stýrða heilbylgjuafriðun, þá notum við þetta hérna og svo framvegis. Og síðan erum við með mismunandi formúlum fyrir 3 fasa stýrðu afriðunina og hún ýmist hálfstýrð eða heilstýrð. Svo að það sem við ætlum að skoða núna í 3 fasa afriðun, það þessi formúla hér og nota hana til þess að reikna út spennuna yfir álagið. En við erum líka að skoða hvernig fer þessi afriðun fram og sko við skoðum aðeins þessa upprifjun og reyndar þurfum líka að skoða hérna spennustillin fyrir verklega æfingu 11. En við lítum bara hérna strax á svona afriðun eins og til dæmis heilbylgjuafriðunni hérna, þá erum við 4 díóður og hvernig lítur það út þegar við erum búin að setja þétti? Jú, þá erum við komin hérna með gáru spennu og þessi spenna, hún svolítið óskiljanleg, þess vegna viljum við losna við hana og með því að nota spennuregli svona þá hérna losnum við þessa gáru úr spennunni hérna yfir álagið. Yfir þetta R1 hérna. Spennan yfir álagið, þessi bláa lína hérna, það verður bara bein lína hérna eins og við sjáum hérna. Ein bein lína,
þetta jafnspennan, alveg hrein jafnspenna. Ef við setjum í gang þá sjáum við að það kemur hérna gáruspenna, en spennan út frá spennureglinum bara hrein spenna eins og þið myndu fá frá batteri eða rafhlöðu. Og þannig að þetta skoðum við við tengjum þetta upp í verklega æfingu 11 þegar við erum búin að gera mælingar án þess að vera með spennureglin, og þá einmitt þá notum við endilega að taka þá með sér þetta formúlublað hérna til þess að reikna út spennurnar og allt slíkt sko. Svo að hérna ef við skoðum hérna síðan aðeins varandi þryggjafasa afreiðuna, hún hérna í bók 1. Hvernig fór hún ekki í bók 1 hérna? Svona, nei. Já, hún þá hérna í bók 1, og þar sjáum við hérna í 3. kaflanum mjög aftarlega þá byrjað að tala nokkur hugtök í þryggjafasa rásum, sem sagt stjörnu tengt eftirvafi á hérna spenni, og hérna þríhyrningstengt. Í okkar æfingu þá erum við með stjörnutengingu bæði í forvafi og eftirvafi, og þá það í rauninni sko svipað eins og þessi hérna mynd hér, en bara forvafið líka stjörnutengt. Það munurinn bara sá. Hins vegar getum við aðeins skoðað hvernig fer þessi afreiðun fram, og það taka alltaf 2 og 2 díóður þátt í þessari afreiðun. Við skulum fara í þennan texta hérna aðeins, og við þurfum að gera smá leiðréttingu á mynd 353 í bókinni hjá ykkur. Þið eru reyndar ekki með neina bók núna, en kannski á netinu eitthvað. Ég veit ekki hvað búið að laga þessa mynd á netinu. Sjá þessa mynd á netinu. Það þarf allavega að laga til bilið á milli þessa tímamerkinga hérna. Ég ætla að opna fyrir hluta hérna, sjá hvaða blaðsíða þetta Þetta blaðsíða 87. Þar þarf sem sagt, í staði fyrir T3, það rauninni T2. Það þarf að dreifa merkingunum á sem sagt, augnabliksmerkingunum hérna. Tími 1 til tími 2, það rauninni T1 til T2. Þannig að þetta of örar merkingar hérna sem í bókinni, en það getur vel verið að sé búið að leiðrétta þetta í rafrænu útgáfunni ef að hún til á rafbók. Allavega, þetta hérna neðri myndin hér, hún rétt samkvæmt textanum hérna, til þess að geta farið fylgt textanum. Og ef við berum þetta saman sko, við sjáum hérna þess að þryggjafasa spennu, við sjáum að fasi 1, L1 hérna, hann tengdur inn á brúna, þryggjafasa afreiðisbrú með 6 díóðum, og L1 hann kemur hérna inn á D1 á móti D4. En ef að L1 jákvæður þá leiðir díóða D1. Þannig að þetta tímabil hérna frá T1 til T3 þá leiðir díóða D1. Hins vegar á móti henni leiðir díóða sem með fasa, tengt við fasa, sem neikvæður. Þannig að við fáum þá straumrás í gegnum álagið, og í gegnum þá díóðu þar sem að fasi, í þessu tilfelli hérna T1, þá erum við með L2, hann neikvæðastur á þessu augnabliki hérna, T1. Ok, L2, það þýðir það að D5 verður þá leiðandi. Þannig að við fáum straumrás í gegnum
D1 álagið og gegnum D5 og út í L2 þá leiðina. Síðan komum við að augnablikinu hérna T2. Þá tekur við önnur díóða að leiða á móti D1 og þá verður L3, hann verður neikvæðari svo að hann dregur til sín strauminn hérna L3 í gegnum D6, þannig að skiptir frá D5 yfir í D6, þannig að straumur fyrir frá L1 gegnum D1 gegnum álagið og í gegnum D6 og hérna út í L3. Svona getum við skoðað þetta koll af kolli. Síðan heldur D6 áfram að leiða hérna af því að hún með tengd við L3 sem neikvæðastur á þessu tímabili hérna T2 og upp í þennan stað hérna sem verið kallaði T4 þá. Og þá kannski komið að því að við skoðum tímaverkefni 1 sem að þið eru með fyrir framan ykkur og förum bara strax á hérna seinni hlutina af því að við tökum fyrirbreytana bara eftir þá og skoðum þetta hvernig þetta leiðir hérna á milli. Þannig að D1 leiðir hérna frá 30 gráðum og upp í 150 gráður hérna og þá tekur við sem sagt frá D5 leiðir á móti henni og að þessum stað hérna, það bláa línan. Þið eru náttúrulega ekki með þetta í lit hjá ykkur á blöðunum, þið eru með þetta í lit í tímaverkefnu á rafrænum formi eða þið hlaðið þessu niður frá netinu og það græna línan, það þá L3. Þá tekur við díóða 6, það vantar hérna í rauninni að hafa myndina, þessa mynd hérna við hliðina. Það er skoða þetta við vetur. Sjá hvort ég get skellt henni hérna við hliðina. Já, svona. Það er betra að skoða þetta svona í samhengi. Þannig að þegar við erum komin hérna á þetta svæði hér, þá að græni það L3, hann merktu hérna græni fasinn L3 hérna og þá hann neikvæður hérna á móti og þannig að þá leiða saman sem sagt D1 og D6. Það sem að tekur við að D1 hvaða díóða? Það kemur hérna næst þessi blái fasi hérna L2, hann verður jákvæðari eða jákvæðastur hérna í myndinni og L2 hann tengist inn á D2 þannig að D2 tekur við að leiða frá þessum 150 gráðum og upp í 270 gráður D2, 150 til 270 gráður leiðir D2 og á móti fyrst D6 en hvaða díóða tekur svo við? Svo sem að tengist L1 ekki satt, því að nú verður L1 neikvæðastur hérna. Og það þá D4. Þá leiðir D2 á móti D6 fyrst og síðan leiðir D2 á móti D4. L1 verður neikvæðari. Og síðan heldur straumurinn áfram að renna gegnum D4 og í lokin þá tekur við L3 og þá leiðir díóða D3 hérna í gegn og með D4 og yfir í hvaða díóða skiptir svo það aftur yfir í bláu sem sagt L2 sem var neikvæður hérna, verður aftur neikvæður hérna L2 og L2 og þá dreifum við strauminn í gegnum D5 út í L2. Þannig að D3 leiðir þá og D5 á þessu
tímabili hérna frá 330 gráðunum hérna og áfram. Þar til að það skiptir aftur hérna yfir í D1 og áfram með D5. Það erum búin að fara allan hringinn með það hvernig að díóðurnar opna til skiptis og svo náttúrulega eða lokaðar á milli. Ef við skoðum aðeins aftur sem sagt hvernig jafnspennu fáum svo út úr þessu öllu saman, þá leggjast þessar spennur saman í díóðubrúnni og það kemur út jafnspenna sem að lítur út svona. Það eru 6 gárur fyrir hverja 360 gráður. Fyrir heila sveiflu þá myndast svona 6 litlar gárur. Og við getum lagt þetta saman í rauninni beint á blaði með því að mæla með reglustöku stærðina héðan frá, þessum punkti hérna sjáum við hvað ég meina, og hérna niður og drögum þessa lengd upp á núllínuna hérna. Þá fáum við lengd sem nær frá núllinu og upp í þennan topp hérna. Þannig fáum við þetta fram. Þannig leggjast þriggja-fasa spennurnar saman og mynda þessa jafnspennu sem er hérna uppi út úr brúnni. Þetta er alveg magnað hvernig þetta gerist. Svo að næsta sem við gerum, það er að átta okkur á hvað spennu við fáum út úr þessu, og þá notum við þessa formúlu hérna sem er akkurat á formúlublaðinu við myndina af þriggja-fasa afriðunni með þessum 6 díóðum. Það er akkurat þessi formúla hérna, og ef við þurfum ekki gríðarlega mikla nákvæmni þá getum við notað stöðulinn hérna 1,35. Þetta er ekki náttúrulega alveg eins nákvæmt eins og að nota rótina 2 með öllum aukastöðum og píið. Eða þetta sleppur í einhverjum tilfellum. Ok, hérna í fyrri hlutanum af tímadæminu þá erum við með útreikning á þessu hve há er U með þessi spenna hérna yfir álagið. Þá tökum við fram þessa formúlu hérna og spennan inn er nefnilega 380 volt í þessu tilfelli. Margfaldur sinnum rótina 2 delum með pi og sinnum 3 sinnum 3 deilt með pi sinnum 380 sinnum rótina 2 og síðan drögum við frá 1,4 volt. Af hverju? Það er 0,7 volta spennufall yfir eina díóðu, en að því að það eru alltaf 2 díóður sem að leiða samtímis, eins og við munum hérna fyrst það var díóða 1 á móti díóðu 5. Það er 0,7 volt í díóðu 1 og 0,7 volt í díóðu 5 sem gefa okkur 1,4 volt tvisvar sinnum 0,7 volt. Þess vegna drögum við þessa spennu frá. Sérstaklega ef við erum með tiltölulega lága spennu hérna inn, þá fer þessi díóðu spenna að skipta máli. En í sjálfu sér í þessu dæmi hérna skiptir hún ákaflega litlu máli. Þetta er svo pínlítið. Þegar erum við með 512 volt. Þannig að þegar við svona háa spennu og ekki tekið fram hvort ég að gera ráð fyrir díóðu spennufalli, að þá má sleppa því þess vegna, og þá eru 2 svör rétt. Aðeins hærri spenna ef við sleppum díóðu spennufallinu. En er þetta ekki líka eitthvað námundað, þessi 512 volt? Er búin að reikna þetta? Já. Þetta er rétt undir 512 voltum. Ok. Þá erum við búin með tímadæmi 1. Og hvað er fleira sem við gerum hérna?
og já, þetta dæmi 22 í rauninni mjög svipað eins og tímadæmi 1, þannig að ég held að við séum í rauninni búnir með þetta. Við getum bara aðeins undirbúið okkur frekar undir verklegu æfinguna og í henni þá tökum við fyrir fyrst þessa afriðun og stýrðu og þið getið í rauninni nota þess vegna multisim-mynd. Þið eigi að teikna tengimynd af rás sem að tekur inn á sig þetta og þá þess vegna hægt að nota þessa mynd Þið getið nota multisim til þess að teikna þetta upp þess vegna og eða nota úr námsefninu. Það líka til mynd í bókinni. Það eins og þessi með þétti. Já, þá hægt að teikna upp einhvern veginn svona mynd. En það alltaf mjög sniðugt að nota multisim í þetta og líka prófa hvaða straum fáum við, bera það saman við það sem við fáum í mælingunum. Þannig að fyrsta myndin í þessu verkefni þessi hér eða einhverju nei, ég reyndar ekki með þessu. Ég ætla kannski að reyna að finna með mynd sem að myndi hæfa fyrstu heilbylgju afriðun ég ætla að athuga það. Já, hérna er heilbylgju afriðun. Hérna er ég búinn að setja riðspennugjafann inn í brúna svo að þá er engin þverun á vírum eða á línum. Sko þarf ég að sjá þið er þverun en þetta er samt ekki samtengt, skiljið. Þetta er ekki tengt saman þó að gangi yfir tvær línur krossist þá er ekki samtengt. Passið ykkur á því. Því að oft í bókinni þá er tengt saman eins og til dæmis þá er sem sagt það krossast línur en þær eru ekki samtengdar. Þannig að það er alltaf lína sem kemur svona 90 gráðu við aðra, það er tenging. Gæti kannski verið úr einhverju öðru horni en hérna erum við með tengingu, hér er ekki tenging eins og er tenging hér. Lang algengasta villa sem að nemendur gera í að tengja upp svona rás, það er að tengja saman og það þýðir náttúrulega bara skamhlaup. Þá er tengipunkturinn hann er skamhlauptur við m-ið og það er náttúrulega ekki nóg gott og springa öryggi og þetta er í vitleysu. Ok, en áfram með æfinguna. Það er sem sagt sett ákveðið álag og notað ákveðið þéttir í rásinni og tekna mælingar og sveiflusjármyndir. Við erum með tölvusveiflusjár sem við notum og síðan er sem sagt borið saman það sem við reiknið út, hvaða spennan ætti að vera og miðað við það sem við mælum. Sérstaklega er smá munur á sem sagt gáruspennunni sem við mælum og reiknum út. Vantarlega, einhver smá. Síðan næsti liður það er að nota þennan spennustilli sem að ég sýndi ykkur. Og þá bara bætið honum inn í og teikningin af honum er svona af þessu efni sem að fylgir með í það er og teikninga á honum er úr þessu efni sem er inn í verkefninu. Hérna er svona að vera að reyna að lýsa því hvernig hann virkar. Hann alltaf mælir spennuna eða hlutfalla spennunni út og reynir að leiðrétta spennuna út ef hún ætlar að lækka. Hérna er svona aðgerðamagnari sem að tekur mælingu á raungildi á spennunni út, ber saman við óskgildi sem er raunni það sem hann er framleiddur fyrir. Ef hann væri framleiddur fyrir 12 volt þá reynir að halda spennunni út 12 volt. En svo er ákveðin varnabúnaður inn í honum líka
sem að virkar þannig að ef að straumurinn verður of mikill meir en hann þolir, að þá lækkar hann sjálfkrafa spennuna út, þannig að hann ver sjálfan sig. Og ef við bara tökum álagið af, þá hann samt alveg í lagi, hann eyðileggst ekki. Sérstaklega ef hann vel kældur eða skrúaður á kæliplötu, þá ætti hann ekki að eyðileggjast þó að komi kannski smá skamhlaup í einhvern smá stund, þá ætti hann kannski að þola það, jafnvel. Sko skamhlaup útgangurinn. Þannig að þetta eru öflug tæki, þessir spennureglar. Hérna sjáum við hvernig það líta út. Þessi kælplata hérna, hún bara stubbur og hún fest við stærri kælplötu, þannig að ná að kæla sig. Sérstaklega ef þeir svolítið straumur svona spennuregla, þá hitnaði svolítið. Og hér sjáum við þessum upplýsingum hvað þurfum að finna rétta gerðina sem að gefur út 12 volt og hérna finnum við allar upplýsingar sem að beðið í skýrslunni. Hérna eru til 18 volta spennureglur og hér höfum við 15 volta og hérna höfum við 12 volta spennuregli. Þannig að hérna getur spennan verið breytt, ekki alveg nákvæmlega 12 volt, hún getur farið hæst upp í 12,25 volt, segir framleiðandinn, og niður í 11,75 volt. Fer kannski eftir álagi og svona. Eða það engir tveir spennureglar nákvæmlega eins. Þetta framleitt stykki sem að geta verið með einhver smá fráviki, eins og allir svona íhlutur. Ok, hérna aðeins bara varðandi hugtökin sem við notum í þessum áfanga. Við erum með virkagildi riðspennu og það skilgreint ákveðið og það jafnt því jafnspennugildi sem gefur sömu hita orku ef báðar spennur eru tengdar jafnstórum viðnámum. Og við höfum sett okkar mæla, þessir mælar sem eru merktir TRM, True RMS, TRMS, að þeir gefa okkur virkagildi riðspennunar, jafnvel þó að sé búið að klippa á spennuna. Það eru aðrir mælar sem að gefa okkur í raun bara einhvers konar meðalgildi. Þeir eru ekki eins góðir og gefa okkur ekki eins nákvæma upplýsingar spennugildið, virkagildi spennunar, riðspennunar. En ef að spennan sýnuslöguð, þá eiginlega sama hvort að við erum með vandaðan mæli eða bara svona venjulegan ódýran mæli, þá fáum við rétta spennu. Þetta merkt mismunandi, UAC, það líka virkagildi riðspennunar, og U2 í rauninni merkt sem eftirvarpsspenna á spenni. Síðan næsta hugtak hérna hámarksgildi. Hvernig getum við reiknað út hámarksgildi? Jú, ef við vitum virkagildið, þá getum við margfalda sinnum rótin af 2, þá fáum við hámarksgildi, max, merkt og það bara hérna toppurinn hér, eða toppurinn hérna í neikvæða átt, sem sagt frá núllinu. Þetta mælt frá 0 og upp í topp. En virkagildið, þá verður hægt að fara hina leiðina og finna virkagildi út frá hámarksgildinu. Ef við til dæmis værum með sveiflusjá og við verum að mæla einhverja spennu, og getum við mælt frá hámarki niður í algjört lágmark og deila með 2 og síðan deila með rótin af 2. Því að spennan frá toppi, hæsta toppi, niður í lægsta topp, kallað á ensku peak to peak, við getum fengið út maksgildið, þetta bara með því að deila með 2 í það gildi. Svo að þetta aðferðin til þess að finna samhengi milli, eða þess að reikna út virkagildið út frá hámarksgildinu.
Þannig að við getum sagt að virkagildið er 70,7% af hámarksgildi sínuslagaðrar riðspennu. Ok, fleiri hugtök. Meðalgildi úr hálfu riði, og það er ekki hægt að tala meðalgildi úr heilu riði því að það verður bara 0, en við getum talað meðalgildi úr hálfu riði því að ef að þetta er sem sagt með ákveðinni reikni aðgerð sem sagt tögrun eða slíku reiknað út, þá fáum við það út að meðalgildi úr hálfu riði er 90% af virkagildinu. Þannig að þegar við erum að reikna út svona spennur út frá afriðum án þéttis, þá getum við margfaldað ef við erum með 4 díóður, heilbylgjuafriðun, þá getum við bara margfaldað 0,9 sinnum spennuna inn á afriðinu, sem er virkagildi riðspennunnar. Skoðum þetta hérna, þessa formúlu á formúlublaðinu. Þessu kíkja á formúlublaðið hérna. Hérna, sæll. Já. Og það er í rauninni, það er þá þessi formúlu hérna, 0,9 sinnum U. Þá sjáum við það er heilbylgjuafriðun, það er 4 díóður. Ef við erum bara með 1 díóðu, þá erum að deila með 2 í þetta, eða með það má ekki vera þéttir í þessu. Þetta er hérna 0,45 vegna þess að þá deilum við með 2 í 0,9. 0,9 deilt með 2 fáum við 0,45. Það er nú ástæðan fyrir því að við erum með 0,45 hérna. Engin þéttir, en þegar strax við fáum þéttir á sína, þá reiknum við fyrst út gáruspennuna út frá, það er mismunandi eftir hvort við erum með hálfbylgjuafriðun eða heilbylgjuafriðun. Þennan stöðul, eins og þið munið, við erum með stöðulinn 12 ef við erum bara með 1 díóðu, sinnum strauminn í milliamperum, álagsstrauminn í milliamperum, og deilum við stærð þéttisins í mikrofaratum. Og hins vegar ef við erum með heilbylgjuafriðun, þá er stöðullinn miklu lægri, hann er helmingi lægri, hann er 6 sinnum álagsstrauminn deilt með stærð þéttisins. Svo setjum við það inn í þetta hérna. En ef að við erum með ég er ekki búin að setja það inn í formúlublaðið, það mun eftir því að þegar við erum með spennuregli, þá gerum við allt öðruvísi. Þá erum við ekki með að deila með 2 í gáruspennu eins og hérna mínus hálf gára, þá gerum við það ekki. Heldur, þegar við erum með svona rás, þá leggjum við saman og ef maður til dæmis að finna út hvaða spennu þurfum við að setja inn á afriðinu til þess að fá okkur spennu út. Þá þurfum við að beita allt annarri aðferð. Við þurfum að leggja saman allar spennunar. Við þurfum að leggja saman spennuna út pluss spennuna yfir spennureglin, þess að spennuna sem að spennureglirinn þarf lágmark til þess að hafa yfir sig til þess að skila hreinni spennu út. Í sumum tilfellum er þetta 2 volt. Við getum bara sett í gang hérna til þess að athuga hvað er í þessu tilfelli hérna. Setjum í gang hérna og sjáum hvað þetta er háspenna. Já, ok, þetta er tæplega 5 volt hérna sem hann er að nota bara yfir sjálfa sig. Við þurfum að leggja þessa spennu við erum að reikna okkur upp í þennan topp hérna og það max reyndar þurfum við að leggja við líka 2 díóðspennu eftir. Sem sagt, spennan út pluss spennan yfir spennureglin pluss öll gáruspennan. Það er spennan hérðan frá og hingað. Ekkert að deila með 2 í þessu tilfelli. Nú leggjum við alla gáruspennuna við pluss 2 díóðspennuföll. Vegna þess að það er alltaf 2 og 2 díóður sem leiða samtímis. Alveg eins og í 3 fasa afriðunni sem við skoðum áðan. Þannig að þá fáum við max og til þess að vinna virkagildið in, þá deilum við náttúrulega með rótinni af 2. Max deilt með rótinni af 2, þá fáum við
þá erum við komin með spennuna sem þurfum inn á afreiðilinn. Ok, þannig að seinni hlutinn síðan af mælingaverkefninu hérna er þriggja-fasa afreiðin. Þá fáum við okkur spenni sem er með forvafið stjörnutengt og eftirvafið líka stjörnutengt. Við pössum okkur því að nota 10 volta spennu úttakið á eftirvafinu svo að sveiflusjáin ráði við það. Og þessi mynd í bókinni, að finna hana, aftarlega í 3. kaflanum, í þriggja-fasa afreiðinni. Það er langbest að fara eftir henni þó við þurfum að hafa forvafið líka í stjörnutengingu. Hérna er það nálgast. Það er best bara að fylgja þessari mynd hérna þegar við tengjum upp rásin, eða sem sagt, já, það er sem sagt eftirvafið, það er stjörnutengt. Forvafið er líka stjörnutengt, ég bara breyti þessu yfir í stjörnutengingu og til þess að merkja inn á allar spennur, það er mjög gott að gera það. Og þannig að eftirvafið tengist hérna inn á alla 3 fasana og þetta er sýnt hérna svona og svo höfum við mæla hérna og reyndar er einn mælir hérna jafnvel í einum fasa hérna og við mælum líka formið á spennunni yfir þennan mæli. Já, spennunni sem að myndast yfir straummælinn og þá sjáum við hvernig straumur lítur út inn á afreiðilinn. Ef við skoðum kannski aðeins hérna hvernig þetta gæti lítið út hérna. Sjá, er eitthvað þriggja-fasa spenna hérna? Já, ætli sé ekki þetta hérna. Jaha, hérna höfum við þetta. Við sjáum líka hvernig straumurinn lítur út. Ef að breyta litnum á straumnum, gerum það. Við hafa hann hérna bláan. Sjáum þetta betur. Sjáum hvað þetta er alveg ótrúlega skrítið. Sjáum hvernig þetta er. Allt í asi. Að byrja hérna þessi fasi að leiða hérna bara einhvern tímann löngu seinna þegar hann er að byrja að leiða móti. Það eru 2 díóður sem leiða samtímis og síðan skiptist það yfir á aðra díóð hérna móti, skiljið. Hann heldur áfram að leiða þessi díóð áfram í þessum fasa, skiljið. Og síðan gerist þetta koll á kolli. Þannig að við erum að vera saman í rauninni spennu hérna milli fasana og strauminn. Það er reyndar hægt að skoða þetta á móti fasaspennunni. Við gerum það í mælingaverkefninu. Strauminn, hvernig straumurinn er í fasa á móti hvernig spennan lítur út í þeim sama fasa. Það er mjög fróðlegt að sjá það. Það er spurning hvort ég gæti breytt þessu hérna yfir í svona. Hvað gerist þá? Já, sjáu þið, hvað gerist? Þá fæ ég þetta að fylgist alveg að. Þá er ég að skoða að fasaspennuna en ekki aðalspennuna. Og hvernig straumurinn í einum fasa lítur út. Hérna eru sem sagt að það eru hérna er 2 díóðar leiða saman og svo skiptir þau yfir á aðra díóð með þessari díóð hérna og svo á móti hinum 2 hérna díóðum, eða 2 díóð hér og svo aðra 2 díóður hérna en sami fasin er að leiða tilbaka strauminn í gegnum gagnstæða díóð. En þá hlakka ég til að sjá ykkur í verklegu. Ég held að þetta sé bara orðið gott núna og við hérna förum bara á fullt í verklegt
á fimmtudaginn.